Seltjarni ekki í svo byrjun svo það hefði óskað? Nei, það er ekki. Við töpuðum heima allir og það gerist ekki oft en við áttum ekki skilið út úr þessu í dag. Njarðvík voru bara grimmari bara frá fyrstu mínútu. Okay. Og svo fór sem fór. Var eitthvað sem kom þér á óvart í þeirra leik? Nei, ekki neitt. Það kom mest bara óvart og samt ekki óvart. Mér finnst þessi leikur verið dálítið svipað og stór hluti á móti Val. Þess að voru dálítið flatar og vantaði svona árásargirni í okkur. Þannig ég var samt að vona að við myndum koma eins betur stendar í leikinn en mér finnst að setja tónið dálítið snemma og náðum aldrei að komast almennilega í takt við þetta. Það voru nokkri punktar í leiknum þar sem þetta var á nippinu, þar sem jafnið, þar sem komist yfir. Já. En þið gefa alltaf eftir fórustuna aftur, gefa alltaf frumkvæðið aftur. Já. Er fjarvera helinu svona mikilvæg að liðið skorti sjálfstraust ánunnar? Já, sko með leikinn í dag, þá vantaði mér fleiri leiðtogi í liðinu til að stíga upp og taka meira ábyrgð og það vantaði klárlega í dag. En ég vil ekki trúa því að ég sé ekki með leikmenn sem eru tilbúin að taka meira ábyrgð í fjarveru helinu. En það verður klárlega að sýna það í næsta leik og ég hef bara enga trú öðru en það er komið sterkar í næsta leik og við öll og við gerum betur. Njarðvíkingar að koma óvart, þeir maður nú ekki spáð góðu. Ef ég maður rétt þá voru þið bara sikkur megin á töflunni, þessi tvö lið. Já, voru þið ekki spáð í 5. og 7. sætið eitthvað. Já. Nefnir að það eru bara með fína erlenda leikmenn, það eru með fína uppaldastelpur sem eru tilbúinir að berjast og þegar við með liðið í höndunum eins og það er spilið í dag sem er tilbúin að berjast úr lausum boltum og vera duglegar og þá nærða alltaf í punta og það er bara þessi, það er gerð það í dag en það vantaði allt svoleiðis allar slíka ákveð of lengi hjá okkur og en það eru bara með fínlið, það er að gera bara vel í dag, 8 sigur skilið.